eldhúsmeistarana á Vestfjörðum. Við erum búin að fara upp og niður fjallhryggi, alveg fara fyrir hérna Tanga. Við erum búin að hitta fullt af flottum hótelum, flottum restauröntum. Endilega kíkið á okkur á eldhúsmeistarana á Vestfjörðum. Eldhúsmeistarana hérna á Ísafirði. Ég náði bara hérna bæjarstjóranum í smá viðtal og ég bað hann að svara spurningunni hérna ferðamennska bara í núinu og hvernig þetta var og hvernig er Ísafjörður og nágrenni stakk búið til að taka við ferðamönnum og ferðamennsku, restaurantar og alls konar þar í kring. Og nafnið er? Gísli Haldursson, bæjarstjóri, Ísafjarðarbæ. Já, stór spurning. Já, hún er það. Það hefur náttúrulega verið, Vestfirðir hafa verið töluvert á eftir kannski öðrum landslitum varðandi ferðamennskuna. Við erum fyrir utan hringveg nr. 1, við viljum meina að við séum á hringveg nr. 2 sem er þessi einstaki hringur Vestfirði sem er meiri háttar náttúru fyrirbrigði. En við höfum hins vegar byggt okkar ferðaþjónustu hér mjög mikið á farþegaskipunum. Og við erum að fá núna á þessu ári 60 farþegaskip með 70.000 farþega og það verður væntanlega 70 farþegaskip á næsta ári hið minnsta. Þetta skapar okkur auðvitað heilmiklar tekjur og við höfum verið það lánsöm að ferðaþjónustu aðilar hér á svæðinu, þeir hafa reynt að byggja upp ferðaþjónustu, ferðir og annað slíkt í kringum þetta til að gera pening úr þessu. Við megum að vísu gera betur og jafnvel selja þessum túristum af skipunum ennþá meira og það er svona okkar stóra verkefni. En svo það sem hefur gerst í sumar er að það hefur orðið algjör sprenging í ferðamannastraumi útlendinga hingað til Vestfjarða. Íslendingar hafa nú verið duglegir að sækja hingað en í vor var það meðal annars því að hálendið var tiltölulega lokað fyrir umferð og þá var hún að fara eitthvað. Það er náttúrulega mikil aðsókn hérna alltaf á Látrabjarg og svo kemur fólk jafnvel þá og klárar hringinn Vestfirði og kemur hingað. Þannig að við eigum mikla möguleika til þess að taka við fólki en það þarf að leggja svolítið á sig. Menn þurfa að hafa fyrir því að koma og njóta þessarar stórbrotnu náttúru sem er hér. Eins ef menn vilja fara á Hornstrandir þá þurfa menn að leggja land undir fót og bakpoka, gönguskó og sæmilagu formi. Já, alveg. En hérna langaði líka, þú veist, við erum með hérna á INN og við erum svo hefnir að hérna eru nú bara Íslendingar sem að horfa á INN og þetta er út allt land og þeir eru að ferðast líka og þeir hafa gaman að svona fróðleik. Ísafjarðarbær, þetta er 800 manns. Þetta eru sko, Ísafjarðarbær er rúmlega 3600 manns núna. Og hvað er inn í því? Það er sem sagt hérna þessi staður sem sagt Ísafjörður sem kallað er, það eru 2600 manns hér og svo erum við með Hnífsdal hérna bara í sama firði hérna fyrir utan. Er það sama bæjarstjórinn og? Já, það er sama sveitafélag. En Súðavík? Nei, svo er Súðavík og Bolungarvík annað. Já. Þannig að við erum með 2600 hérna á Ísafirði en ef við teljum síðan Hnífsdal, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri að þá bætist við 1000 í viðbót og þannig að það er allt sama sveitafélagi. Já, það má eiginlega segja það því að þetta eru bara 10 mínútur korter að keyra á milli hérna allar þessar staða þannig að Ísafjarðarbær eiginlega þjónustar þetta svolítið mikið, er það ekki rétt? Já, þetta er allt sama sveitafélagið og hérna það er heilmikil upplifun í þessum þorpum hérna í kring. Það er að vísu aðeins lengra á Þingeyri en þar sérðu líka allt öðruvísi umhverfi, dýrlegan fjörð sem heitir Dýrafjörð. En svo erum við að þjónusta auðvitað Súðavík og Bolungarvík líka og þar bætist við þá rúmlega 1000 í viðbót. Þá er þetta 5000 allt í allt? Já, það verður að fara að nálgast það svona svæðið hérna í kring sko. Já. En segðu mér hérna, núna er búið að vera að sprengja í sumar. Hvernig sérðu þetta á næstu 2 til 5 árum?
hvar sérðu hérna aukningur? Sumarin eru mjög góð og meina alveg svaka góð nýting. Árið, hérna, sérðu fyrir þér eins og norðurljósinn og líka hann sagði mér einn góður maður að lykillinn væri samgöngurnar og líka þú sagði númer 2 að hérna að þetta væri svolítið ekki nógu vel metið því að yfirleitt er opið hérna þó að það dett út 1 dagur og þetta er aðeins lengra heldur en til Akureyrar. Þarf ekki að vera bara meiri áróður fyrir þessu og að segja hérna þurfum þið ekki að taka ykkur á í propaganda? Það er sko vandamáli hérna er flugið, það er ekki hægt að reiða sig á það. Einhver sagði samt að væri 80% líkur á það að gengi. Já, en það þýðir þá að það eru 20% líkur á að þú komist ekki. en ef þú notar akstur, sko, þá eru nánast alla líkur á að þú komist þinna ferða og það eru síðasti vetur var náttúrulega virkilega slæmur. Hann var náttúrulega þar allstaðar á landinu. Og við höfum ekki haft annað eins á öldinni, sko, frekar en aðrir. Það er bara allir og Reykjavík líka, við þurfum ekki, þetta getur ekki verið svona aftur. Og þá voru nokkrir dagar, sko, en á venjulegum vetri er þetta 1 dagur sem getur tafið þig, sko, og þá kemstu annarkvort næsta dag eða síðdegis eða hvernig það er, en yfirleitt er þessi vegur mjög góður, það er hérna slitlag alla leið og það eru áætlanir að vera með ykkur meiri göng og laga þetta ennþá betur. Já, það sem okkur vantar er betri tenging við hérna suðurfirðina, Patreksfjörð og þar í grennd. Yfir veturinn þá. Já, og þar þurfum við að fá dýraferðagöng sem að alþingismenn eru nú búin að vera að flýta held ég síðan 2007 en það er samt ekki ennþá komið að þeim. Nei. Ég vona að þau hafi standað við á næsta ári því að meðan að það er lokað yfir Hrafnseyrarheiði eins og er alla vetur að þá eru 700 kílómetrar eða meira frá Ísafirði til Patreksfjarðar. Yes. En menn eru nú orðið svolítið skeptískir á göngum og umræðurnar hafa nú oft verið heitar og núna eru nú ekki skemmtilega fréttir að göngunum, Vaðlaheiðargöngunum, að gengur ekkert niður einhver þar, þannig að Íslendingar standa á öndinu með þetta allt saman. Já. En það verður að gera, þetta er bara góðir hlutir gerast hægt. Já, þetta eru bara svo miklar undirstöður í okkur samfélagi að hafa samgöngur að ég held menn þurfi nú bara að fara að huga því að bora fleiri göng í einu til þess að leggja þetta land undir okkur þannig að við getum nýtt okkur það. Nýtt okkur það? Já, það er bara hafgangsaðstæður og... Já, ég held það. Og svo forgangur. En segðu mér hvar heldur að vaxtabroturinn verði núna næsta árin? Sérðu eitthvað fyrir þér? Er það að vinna í ykkur? Nú, það er náttúrulega... Það er auðvitað ennþá mikill vöxtur í þessum farþegaskipum og við þurfum að læra eins og ég nefndi að fá eins mikið pening út úr því eins og hægt er. En þeir eins og ég segi sko, þeir eru náttúrulega með rosalega fína restaurant um borð og það er nú ekki mikið hægt að selja þeim mat en þeir sögðu við vorum að tala við bakarinn fyllist allt maður bakaríði en náttúrulega þú veist per sko haus er þetta ekkert svaka mikið, þetta eru svo margir hausar. Mjög erfitt að selja þeim mat, sko. Það verða að vera einhverjir gripir sem þeir geta tengt svæðinu, sem eru meðfærilegir og síðan þessar ferðir og ferðirnar eru það sem við höfum einbeitt okkur að. Síðan náttúrulega þurfum við að fara svona stilla okkur af og koma böndum yfir Hornstranda friðlandið, ferðir þangað. Við þurfum í fyrsta lagi að kanna hvernig við höfum að tempra það og í öðru lagi hvernig við ætlum að hafa tekjur af því. Og svo erum við náttúrulega að byggja hérna upp á fullu gistirými á Vestfjörðum. Það hefur verið bara, við höfum alltaf haft undanfarin ár, þannig að það er svona það sem við þurfum að huga. Hann sagði mér til dæmis hótelstjórinn, bara það að búa til hótel á Patreksfirði, það bara er rosalega góður stuðningur fyrir Ísafjörð. Þetta var hlutur sem ég gæti ekki ímyndað mér. Ég er algjörlega sammála því og ef við fengjum nú almennilegan veg út á Látraberg þá held ég að það væri líka enn eitt sko. Þetta styður bara hvort annað. Algjörlega, fólk kemur hingað frá Vesturbyggð ef það er fært. Og ég er nú með veitingarestur út á Granda, ég mæli alltaf með Vestfjörðum ef það hefur tíma og hann sagði mér líka eitt sko að fólk kemur hérna þegar það kom í annað þriðja sinn og svo hafa menn verið að hreykja sig hérna, þær eru ekki með svona massa ferðamennsku eins og fyrir sunnan. Nei, ég held við viljum einmitt reyna að hafa hérna vandaða ferðamennsku, þetta er viðkvæmt svæði, við viljum hafa hérna dýrari túrisma og hérna ég held við munum reyna að byggja okkur svolítið þannig upp. En framtíðin er björt. Já, hún er mjög björt. Það
Það við auðvitað byggjum töluvert mikið ennþá og mest öllu leyti á sjávarútvegi. Núna alveg á Vestfjörðum og nú liggur fyrir dyrum gríðarlegur vöxtur, alveg sprenging í fiskeldi sem að gæti jafnvel orðið stærri heldur en sjávarútvegurinn í dag. Já, það er að jafna sig alveg. Já, svo auðvitað Íslendingar að sýna því mjög aukinn áhuga ungt fólk að búa hér á þessu svæði. Ferðamannastraumurinn eins og annar staðar vaxandi og þannig að ég held að við höfum alla möguleika til þess að byggja upp öfluga framtíð hérna á svæðinu. Þú bjartsýnn í það er gaman að fá að heyra í þér. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Já, eldhúsmeistarana og Ísafirði, við erum á Vestfjörðum og við erum að kíkja á skemmtilega áhugaverða staði. Okkur var sagt frá húsinu. Þetta er svona merki vaxtarabótin á Ísafirði. Við ætlum að taka hús á Vertanum. Hvað er nafnið? Ég heiti Sigurlaug. Já, þú varst að segja mér að þetta er nú ekki langt síðan að við stofnuðum veitingarhús. Nei, 2012. Þá stofnuðum við þetta. Hvernig var eiginlega byrjunin á þessu? Heyrðu, þetta hús var eiginlega svona að grotna niður og fólk kemur hérna akkurat í bæinn og þá var það ekki fallegt, þannig að við, maðurinn minn, ákveðum að gera það upp og svo bara leitið hvert á öðru. Og þau ákveða að setja restaurant og maðurinn og þið hefur verið að hjálpa til á tjöruhúsunni hjá honum Magga og verið í eldamennskunni og veitingamennskar Kittlaug og þið létu bara draumi rætast. Já, við létum draumi rætast. Við erum í veitingastað, gistiheimili og svona smá fótboltaskúr. Æðislegt. Hvað eru mörg sæti þarna inni? Þarna inni? Ætlaði sé ekki svona 40. 40 sæti? Já, örugglega rúmlega, mér sýndist það. Já, rúmlega. Og svo eru þið með sæti hérna í fótboltaskúrum og þá eru menn að drekka öl og horfa á fótbolta og allsælir. Allsælir, öskrandi og vinandi. Herðu, og þú ert líka, skal ég segja, með gistingu á efri hæðinni. 5 herbyggi? 5 herbyggi. Með fallegt útsýni hérna yfir pollinn á Ísafirði. Og þið eru búin að klæða allt húsið og þið eru búin að taka gólfið og það fannst bara flott gólf. Já, tókum allt húsið, það innan og utan. Ég var rosalega ánægður og skemmtilega að þeir eru með svona notið gamalt og setja bara planka á borðinu og lakkið. Já, nýtum alla hluti. Nýtum alla hluti. Þetta er bara orðið versta tískan í dag og flottustu arkitektar eru að nota þennan stíl. Já, bara hugmyndirnar frá fólkinu hérna. Þeir byrjuðu 2012, hvernig er þetta búið að vera í sumar og Það búið mjög mikið að gera í sumar. Og það er minna á veturnar? Já, en við erum bara að stóla heimafólki okkar og þau eru duglega að koma. Já, fólk að fá sér öl og rétti. Ég sá að það var ekki dýrt hjá okkur, þannig að þetta var skemmtilegt. Svo ætlar kokkurinn að elda fyrir okkur fisk og kóla. Og þið eru með mikið framboð fiski? Já, mjög mikið. Já. Er þetta þá bara getur fólki valið einn rétt? Nei, það er yfirleitt alltaf einn réttur af fiski, bara svona, annarkvort kóli, steinbítur eða hvað sem er. Svo eru þið með hamborgara, þið eru með steiku? Við erum eiginlega bara með allt. Við erum með kótilettur og við erum bara með, sjávarréttasúpan, hún er líka rosalega góð. Rosalega? Já, mjög vinsæl. Heyrðu, þið eru hérna og svo voru þeir að segja alltaf að það er alltaf að koma meira og meira á veturna, menn þið getið alveg reykið á veturna, þið eru ekki að loka neitt. Nei, við lokum ekki neitt, það er alveg bara allt. Og þeir eru búin að vera síðan nú 2015, 3 ár og þetta er búin að ganga glimrandi. Já, bara fínt. Já, ég sé ekki annað. Nei. Heyrðu, við ætlum að kíkja á hvernig heldur þetta verði framtíðin? Áttu von á meiri túristum? Ætlar að fá þér fleiri staði og meiri gistingu? Nei, það held ég ekki. Nei. Ég held bara Vestfjörður er eitthvað inn núna hjá túristum. Það er bara mjög mikið túristum núna. Það er búið að vera að sprengja alls staðar í landinu. Ég er nú í Reykjavík með rekstur líka. Það er búið að vera að sprengja þar. Ég er búin að vera á Vesturlandi, Suðurlandi líka. Að segja allir það sama. Og þetta á ekkert annað eftir að ganga. Og svo er ég að frétta skemmtilegu fróðleikur að þú veist, það er voðalega lykilatriði fyrir Vestfirði, það eru samgöngurnar. Já. Og þið getið alveg með góðu átaki
látið á okkur bera meira og fá meiri gesti. Já, það bara... Þið eru alveg til í það? Við erum alveg til í það. Tökum við öllum gestum. Og eru þið með eitthvað uppákomur, eitthvað hljómsveitir? Við erum alltaf með lifandi músík hver einasta föstudegi og laugardegi líka. Já. Til 3. Og ég sá mynd á grafíkar hann að Bjössi, en Hann var út í Hnífsdal á síðustu helgi. Já, það? Já. Og eru þið með svona trúbodára? Já, við erum alltaf með trúbodára. Já, æðislegt. Alltaf einhver. Og eru þið bara opið fram á kvöld og nótt? Já, þá er opið til 3 á föstudögum og laugardögum. Bara ball og læti? Ball og læti. Okay. Heyrðu, við ætlum að kíkja á steikina og hvar finnur fólki? Ég var nú svolítið tíma að finna hérna þetta, þegar þú segir svona góða leiðarlýsingu, við erum svo heppin á INN, það er bara Íslendingar, þið fáið ekki útlendinga frá okkur, en það er fólk allstaðar á landinu sem er að horfa á INN og eldhúsmestarann sérstaklega, því þeir eru svo vinsæll hlátur. Segðu mér, hvar finnum við hérna húsið, restaurant, hvað heitir þetta ekki? Húsið. Ekkert annað en húsið? Ekkert veitingahús eða restaurant? Bara húsið. Mamma og pabbi voru alltaf að vinna í húsinu, sögðu krakkarnir við okkur, þannig að við skýrðum þetta bara húsið eftir börnunum. Heyrðu, þú kemur alltaf bara inn í bæinn á Ísafirði. Já, bara fyrsta hringtorg. Þetta er nú bara leið þú kemur í bæinn og á móti N1 bensínstöðinni, þannig að það er ekki flókið. Og hliðin á kirkjunni síðan líka. Þannig að þóttu við séu. Og fyrsta hringtorgið. Já. Þannig að það er ekki hægt að missa þessu. Nei. Þið eru nú ekki með rosalega stóra merkingar á þessu. Nei, allavega útlendingarnir finna þetta og allir þannig að... Og líka, þið eru nýbúin að báruleggja þetta allt saman og svona eitt góðan við þetta verður þetta málað kannski? Já, kannski eitt góðan við þetta. Þannig að þú ert alveg bjartsýn á framtíðina? Já, ég er bjartsýn á framtíðina. Æðislegt. Við viljum að kíkja þess inn til ykkur og skoða þetta. Takk fyrir. Já, bara velkomin. Takk. Eldhúsmeistarana hérna staddir á Ísafirði. Húsið. Það er veitingarhús. Maður má ekki segja húsið restaurant eða húsið veitingarhús. Það heitir bara húsið. Alveg svo, krakkarnir svo alltaf húsið. Og hérna, við vorum að tala við vertan hérna áðan og núna fengum við að tala við kokkinn og ég var alveg rosalega ánægður hérna að sjá matseðilinn. Hann er svona flottur, einfaldur steikaraseðill og fullt af fínu fiski og þau eru búin að búa til hérna fyrir okkur svakalega flotta ribbasteik. Og ég fekk að króa kokkinn hérna á og aðeins að heyra í honum hérna og hérna með þetta, að fá að smakka þetta svona í beinni. Við erum svo heppnir á INN maður að fá alltaf að borða vel og mikið, en það sést það. Já, ég get ekki verið svangir í vinnunni sínum mér. Heyrðu, nafnið þitt er? Edvard heiti ég. Já, og þú ert búinn að vera að kokka núna með honum hérna í einhvern tíma, ekki? Jú, nú Halldóri byrjuðum saman hérna á öðru veitingahúsi kring 1998. Já. Já, við erum svona af og á í þessu síðan þá. Og þú ert Ísfirðingur? Já, borun og Batatus. Já, og þú ert búinn að vera að steikja og ég frétti að þú hafi verið á Prikinu í Reykjavík að steikja það nú aldeilis steikhús þar? Jú, það er mjög flottur staður, hann var þar í 5 ár. Þannig að þú hefur flippað nokkrum hamborgurum? Já, þetta skipti ekki einhverju þúsundum öruglega. Já, eins og hérna. Segðu mér hérna, hvar fáið þið svona flotta steikur og hann sagði mér bara að þetta væri bara fest á hverjum degi eða nánast eða þið fáið þetta ófrosið? Já, fáum alltaf verið ferskvara. Þetta er kjötsmiðan þeir hérna... Kjötsmiðan? Kjötsmiðan er ekki. Nú er þetta þeir vinnu mínir. Já, það er Biggi, hann er hérna... Já, ég versla við þá, þeir eru rosalega flottir. Kjötsmiðan er alveg úrvals hráefni þar. Topp fyrirtæki. Já, og þeir sjá til dæmis þarna búlunni fyrir hambúrgurum, flottustu hambúrgurum á landinu. Þá þarf ekki að segja mig meira, en þeir látið þá bara fljúa þessu eða senda þetta bara í? Þetta er bara að panta snemma á mánudögum og svo er bara komið strax daginn eftir og það er alltaf bara fljót og góð þjónusta og alltaf topp ráefni frá þeim. Já, ég var alltaf líka, ég var með svona áskorun, ég var með 2 kílóa steik og svona mínútusteik hérna á Texasborgurum, það var kjöt frá þeim. Það eru rosalega fíntir. Kjötsmiðan, við mælum með kjötsmiðun. Klárlega, allan daginn kjötsmiðan. Heyrðu, og líka sko að ég er að plugga hérna fyrir ykkur og líka, og ég pluggi ekki nema að mér finnst það sé rétt sko. Já. Rosalega flottur hérna matseðill. Þú veist, einfaldur. Þetta ekki verið að flækja hlutina. Nei, það þarf ekki að vera... Þú veist,
En eitt hérna sagði mig frá og mér finnst nú bara alveg hlægilegt sko. Það tilboð. Hvað kallaði? Good pick. Já. Það súpa. Hvaða súpa er það? Það er sjávarréttasúpu sem er löguð bara fersk á hverjum tíma? Hverjum mótni. Já. Úr hverju er hún? Herðu, þetta er svona Sitt lítið á hvoru? Já, sitt lítið á hvoru, pínu leyndamál. Já, leyndamál. Þið þeirri deild, leyndamál-deildinni? Já, við erum leyndamál-deildinni. Þetta, hún er bara að gera Ég segi það alltaf með matreiðslu. Það engin leyndamál matur, en það getur ekki allir laga góðan mat. Nei, það og alveg sama og þú ert með uppskrift eða eitthvað. Þú getur klúðrað slemmri góður uppskrift, alveg, þú verður að vera kokkur svolítið. Já, það er engin bein uppskrift af súpunni, þetta er bara svona sitt lítið að hverju bara og smakka svo flott til. Já, það er ekki enga mælieiningar í þessu. Síðan er það með lambakótilettur eða ribba, og eru lambakótiletturna líka frá Já, frá kjötsmiðinu. Og þeir sér velja þetta og handar þetta fyrir okkur, eða þeir handar þetta af þeir? Já, þeir bara, handar þetta fyrir okkur og fáum þetta bara pakkað og klárt frá þeim. Já. Og svo er það með kaffi og konfektættir. Já. Og allt þetta er á 4.300 kall. Já, 3 rétta. Mjög ég bara staðhæfi það og svona flottum stað. Þetta er besti prísin sem ég hef séð á Íslandi. Það er ekki verið að okra á þessum stað. Nei, við reynum að halda verðinu niður eins og við getum. Þeir eru að selja svona ribbæsteikur, svona flotta steikur eins og þetta, alveg upp í 5-6 þúsund. Já, bara steik. Maður bara svitnar maður fer á einhverja, nöfn, maður segir einhverju nöfn eitthvað, ég ætla ekki að segja það. Ekkert verið að hafa, nei. 5.900 kall. Já. Þá er það þá er hann ekki endilega svona matarmikill diskurinn. Við ætlum ekki að nýða það niður, en við ætlum að segja að meða við það, þá er þetta mjög gott. Já, við vonum bara reynum að fólk sé sátt við matinn og fái allt verið peninginn. En svo eru þau líka, að þið hafið verið að vinna með honum Magga í Tjörhúsinu, við ætlum að heimsækja hann líka. Já. Þið eru líka öflugir í fiski dagsins, þið eru alltaf með 1 fisk dagsins og það er heldur ekki flókið. Þið viljið bara eitthvað sem er gott hverju sinni. Já, bara við fáum Og hvað kostar fiskur dagsins? Heyrðu, hann er á 2.690. Það er nú ekki mikið heldur. Nei. Það er mjög algert verður á 3-4.000. Það er á kvöldin, annars fiskurinn hann er á 1990 fyrir ekki. Í hátíðin? Já, 1990 og svo er hann á 2-3.90 á kvöldinu með minni rétt. Já. Og svo séu þið eru með kökur og lagið kökurna sjálfar? Herðu Sigurlaug, hún bakar hún og samt fleiri góður sem aðstofa. Eigandinn? Já, eigandinn, hún bakar á fullu. Og ég sé ostakökur og alls konar, þið búið þetta til allt sjálf? Herðu, allt heimagert. Já. Það sem við gerum, það er bara að reyna að hafa allt bestar hráefni hverju sinni. Já, ég fór inn í eldhúsið til ykkar maður og þið grétuð alveg eins og grísi yfir því hvað verið lítið. Þetta er það besta sem til að vera með svona lítið eldhúsmaður og svo þægilegt að vinna í því. Herðu, já, ég sjálfsögum vannur að vinna í litlum eldhúsum og sjálfsögum best að hafa allt bara í handafjarlægð, ekki neinn aukaskref. Nei. Þannig að þá, tekur og líka þetta er gamalt íbúðarhús og það búið að þið hafið ekki fengið stort eldhús til að vinna úr. Við náðum að raða í hans skipulegu upp. Og þá er nefnilega mitt sniðugt að vera með einfalda seðin og ekkert allt og mikið að ske. Nei, það er ekki að vera flókið til að vera gott, þannig að einfaldleikinn er, hann er mikilvægur. Þið eru rétt að byrja og vetundin sagði mér að væri bara allt í lagi, þá eru heimamenn duglegir að koma, alveg svakalega mikið af túristum sem að koma á sumrin. Já, kemur mjög mikið af fólk hérna við sumartíman, en svona upplægi, þá er staðurinn gerður svona fyrir heimafólk. Já, upplægi, já. Upplægi hann gerður fyrir heimafólk, þannig að getur nú komið. Þið eru með flottan stað hérna úti fyrir burger og bjór og fótbolta. Já. Og svo gisting hérna uppi. Svo gistiheimili uppi, það er gistiheimili Koddinn. Það er mjög vel nýtt líka og nóg að gera hérna yfir vetratíma líka. Já,
eins og segja, það kemur mikið af heimafólki hérna og sem mjög ánægjulegt. Ég spái því að það verði alltaf meira og meira, að því Vestfirðirnir og eins og bara fleiri partar á Íslandi að við erum alltaf að fá meira og meira út úr túristanum og við hefum að vera stolt af því og reyna að búa okkur til farvega þannig að við getum lifa vel á þessu. Er ekki sammála? Já, ég er sammála því, ég meina ferðaðinnar, hann voru eitthvað stærri en sjávarútvegurinn, Nei, ekki hérna. Alveg þetta. Já, sko, það var að segja okkur við þetta bæjarstjórinn að þetta er svona 78% sjávarútvegurinn, en... Ég tala við landið. Já, en þeir eru líka alltaf að vinna meira og meira á hérna... Já, ferðaðinnar, þetta verður að haldast í hendur líka, þetta sem er mjög gott. Og sérðu, þetta er nú bara alveg típist með ykkur hérna. Þeir eru búin að vera hérna í 3 ár og þeir eru alltaf að stækka og hérna og betur og bæta og gera þetta á góðum rekstri. Já, það er alltaf þetta að bæta sig. Hún sagði mér að hún vildi ekki stækka meira og vildi bara hlúa vel að þessu. Nú er komið skemmtileg eining, nú er bara að bæta og ná þessa góðu reynslu. Já, þetta er að segja, gengið óbúslega vel og hérna, já, það er bara töluvert meirinn að kannski var lagt að stað með en Heyrðu, vorum við búin að fá nafnið á þér aftur, já? Já, Edvard heit ég. Edvard, og þú ert einn af kokkunum hérna á húsinu, Ísafirði, og við hvetjum INN, þeir sem horfa á INN, við erum svo hefnir hérna, ég er alltaf að segja það, við erum svo vinsælir á INN og eldhúsmeistarana að koma svo margir að horfa á þetta, að koma hérna á húsið á Ísafirði. Já, bara þakka ykkur kærlega fyrir komin, ánægilegt að fá ykkur. Já, nú ætlum þú að halda á hljóðmönnum og ég ætla að fara inn í steikin og smjatta á þessu byrni. Já, gerðu þið svo. Vá! Sjáu þið hvað þetta er flott steikt maður, þetta er svona medium rare. Sko, maður finnur það bara þegar maður er að skera í gegnum steikina. Frá kjötspíðunum, menn að það má nú aldrei plugga þá, þeir eru flottir. Mjög, silki. Herðu, ég ætla að klára allan þennan disk og svo ætla ég kannski að klára þennan líka. Já, frábært. Takk fyrir. Takk hérlega.